Hjalti Bjarnason, Tak og náttúruvænu einnota-pokarnir. Tak og náttúruvæni einnota-pokinn. Eða Tak og einnota náttúrumengunarvarnar innkaupa-pokarnir. Gastu lesið langa orðið? Einnota náttúrumengunarvarna innkaupa-pokarnir. Hjalti með moru og tinnu. Freyjukettir norræn menning, fyrsta útgáfa 2010. ESB númer. Tak á efnarannsóknarstofunni sinni. Leikhljóð, blásið í drykkjarrör í vatnsglasi alveg við hljóðnemann. Tak að finna upp góða poka úr náttúruvænu efni. Þetta gerist löngu áður en Mater B fundið upp á jörðinni. Takið þykir leiðinlegt að gamlir pokar skuli vera að fjúka á stjörnunni og gera hana sóðalega. Tak mjög ánægður með uppfinninguna sína. Formúlan mjög góð. Pokinn leysist í sundur í skaðlausar lofttegundir. Efnaferlið gengur aftur á bak að notkun lokinni. Lofttegundirnar súrefni, CO2, og vatnsgufa, H2O. Tak gengur úr skugga að engar óæskilegar útgufanir verði og að engin óæskileg efnasambönd myndist í andrúmsloftinu í Öróm. Öróm gufukvolfið á stjörnunni hans Taks. Hann ákveður að framleiða nú svona poka og láta allar geimverurnar á stjörnunni fá þessa náttúruvænu einnota-poka. Tak kallar þá handtak, andartak, ruslaátak, stytti, handand átakspokinn, andmengunar átakið. Ferlið gengur mjög hægt fyrir sig í myrkri og kulda. Raunar alveg staðnað við þannig skilyrði. Svo hægt að geyma það lengi við þær kjöraðstæður. En niðurbrot gengur hratt fyrir sig í birtu, í sól og hita og í fersku útilofti. Þetta sem sagt hið fullkomna efni til náttúrumengunarvarna. Virðist lofa góðu. Tak útbjó svona mynd af sér með pokana og dreifir í allar verslanir til að auglýsa ágæti pokana náttúruvænu. Hann dreifir einnig birgðum af framleiðslunni í umbúðum sem verja pokana gegn birtu og hita. Tak hefur pokana ókeypis til þess að fá sem flesta til að nota þá. Tak prófar nýju uppfinninguna sína í innkaupaferð. Hann fer sér að engu óðslega. Þetta líka eins konar sýnikennsla í notkun hand-and, náttúrumengunarvarna átaks innkaupapokana. Allar geimverur gera nú eins og Tak og setja vörurnar sínar í handandinn. Tak leggur nú af stað heimleiðis með vörurnar sínar, sallarólegur, svolítið ánægður með sjálfan sig og ekki að ástæðulausu. Tak flýtir sér heim með vörurnar sínar. Tak finnur að efnaferlið gengur aðeins of hratt fyrir sig. Raunar þarf hann að setja allt í fullt og hleypur nú jafn hratt og hraðgeimvera. En allt kemur fyrir ekki. Tak sér að geimverurnar öskureiðar og lafmóðar. Sumar enn hlaupandi í kappi við niðurbrot efnisins. Sumar að tína upp vörurnar sínar.
Þær eru mjög fíldar á svip. Tak er alveg í rusli yfir þessu. Þá kemur sniðuga geimveran sem kölluð er Sneddi og segir við Tak: Hvers vegna seturðu ekki pokana í hjólatíkina sem þú áttir þegar þú varst krakki? Pokarnir duga vel inni í búðinni, hughreysti hún Tak með, en endast ekkert út í sólinni. Tak nær í gömlu hjólatíkina sína sem hann átti þegar hann var lítill. Hann er hræddur að allir fara að brosa í laumi þegar hann er komið með smábarna leikfang til að bjarga sinni aulalega misheppnuðu pokaframleiðslu. Það má þá nota pokana inni í búðunum og á landbúnaðarvöru úti markaðnum, segir Sneddi. Láta svo pokana með öllu í hjólatíkina og ganga rólegur heim til sín með hana í eftirdragi. Ekki svo vitlaust, segir Tak, eins og þín var nú raunar von og vísa, Sneddi mín. Tak framleiðir svona hjólatíkur og gefur þeim geimverum sem vilja vera með náttúruvænar umbúðir til að koma í veg fyrir sjónmengun af völdum poka úr efnum sem brotna niður á löngum tíma. Tak er búinn að lofa geimverunum að bjarga ruslaátakinu á stjörnunni. Hann vill ekki að hér séu fjúkandi umbúðir út allt. Húrra! 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 30 taksögur. Barn semur handa börnum.